Föstudagsþátturinn heldur áfram á þessum blómlegu og bleiku nótum því hingað til mín kominn Hörður Óskarsson, framhaldsskólakennari og hringadróttin ætti ég eiginlega að segja því að þú hefur verið að smíða alls konar glæsilega muni úr gamalli mynt og verið að styrkja Krabbameinsfélagið að auki. Kannski byrjum bara á því að spyrja þig út í hvernig kom það til að þú fórst að smíða svona glæsilegt skart? Já, sko, þetta byrjaði eiginlega þannig að ég hafði séð svona hring einhvers staðar á netinu. Svona úr sem svo túkalli, þessum gömlu góðu Og mér langaði bara í svona hring, þannig ég prófaði bara að smíða hann sjálfur. Já, ekkert að tvínóna við það. Nei, og það gekk svona ljómandi vel þannig að ég gerði nokkra tilraunir og braut og sleit og þangað til ég fekk svo bara prýðilegan hring út úr þessu. Já. Og upp úr því, mér fannst það bara svo skemmtilegt og það fór ég bara að leika mér að gera svona alls konar muni úr gömlum peningum sem er búið að afleggja og endurnýti þannig gömlu myntin okkar sem er til í massavís út allt. Já, þetta er endurvinnsla af bestu gerð, má segja. Þetta er klárlega endurvinnsla, það alveg klárt. Þannig að ekki oft sem fólk gengur beinlínis með endurvinnslu á sér. Nei, það er. Og já, þú byrjaði þetta á hringunum og hvað kom næst? Hvað gerðir þú svo í framhaldinu? Ég byrjaði á að gera hringa, það er svona, og svo svona fór ég að þróa þetta. Ég fór að googla aðeins á netinu og það er þetta að læra ansi margt á netinu og YouTube og svona og ég lærði svolítið mikið þar og svo er ég bara búin að þróa mína eigin aðferði við að búa til dæmis þessar svona slaufur eins og þessar til dæmis. Þetta er úr gömlu 50 kalli. Þessi Einmitt. Og ótrúlega fallegt. Takk fyrir það og svo er ég að búa til úr líka gömlu túkollar eins og ég sagði þér áðan. Þessa. Og krónum og 10-köllum og 5-krónum, þessum gömlu góðu. Og ég hef svo verið að búa til hjörtu líka úr þessu og ég er bara búin að útbúa mér í skúrnum, í bílskúrnum mínum, bara svona græjur til þess að stansa og búa svona til. Þetta er glæsilegt. Svona ýmislegt annað og ef manni leiðist og veit ekkert hvað maður að gera, þá gerir maður svona egg. Já. Og eða uglur til dæmis Svo þessi svona ugla úr 50 kalli, 10 kalli og 5 krónum. Bindisnælur og fleira. En núna í október, eða reyndar september, október og nóvember, þá hef ég verið að smíða þessu slaufur og að gefa til Krabbameinsfélagsins 2000 krónur á hverju slaufu. Í minningu bróður míns sem lést 50 aldri fyrir nánast 10 árum. Já. Og hann Sigurður Óskarsson og heitinn og ætla að gera það núna. Já, frábær. Þetta er ekki í fyrsta árið náttúrulega, þú var í fyrra líka, er það ekki? Já, ég gerði þetta í fyrra og gaf nú mikið af sölunni, einhver 400.000 krónur í Krabbameinsfélagið og 150 skall í hittifyrra. Og svona, ætla bara að halda þessu áfram, en ég get gefið að mér, þá var það bara frábært og meðan til svona gamli krónupeningar og þá var hægt að smíða það. Já, þetta er ótrúlega fallegt framtak og myndalegur styrkur við Krabbameinsfélagið og hvernig ber fólk sig að ef þið langar til að eignast svona fallegan mun eftir því? Ég er nú bara, núna eins og þá er ég bara með Facebook-síðu sem heitir Myndhringar og alls konar. Já. Og þar er ég bara að posta myndum og er duglegur við það að posta myndum og fólk getur bara keypt í gegnum þessa síðu. Annaðhvort komið til mín í heimsókn eða ég sendi þeim út á landi eða hvert sem er bara, hvert sem er út í heim þess vegna Já, fólk getur sett sig í samband þannig. Algjörlega. En áttu nóg efni, áttu næga túkalla og svona, ef fólk lumar á einhverju svoleiðis, er það eitthvað sem þú þiggur eða er bílskúrinn fullur kannski nú þegar? Já, eiginlega. Ég veit ekki hvort að ef fólk er að losa við þetta og veit ekkert hvað að gera í staðinn sem að henda því, komið þá frekka með til mín. En ég á fullan bílskúr af peningum. Ég veit ekki aura mína tal. Nei. Og þannig að mér vantar ekki. Stundum hef ég komið heim og það standa Makkítónsbaukar fyrir utan hurðina hjá mér. Ég veit ekkert hver hefur komið með það. Já, er það? Já.
Fólk bara veit af þér og hugsa að það sé betra að þeir eigi framhaldslíf hjá þér heldur en þeir endi á haugunum. Algjörlega, en ég á nóg til. Þú átt nóg til, já, við höfum þá ekki þungar áhyggjur að þessu. En eitthvað svona á taktinum annað, ertu komin með hugmyndir að hvað verður næsta verkefni? Nei, svo sem ekki. Í fyrra fyrra sennilega, þá gerði ég svona mottur fyrir mottumars. Já. Það var nú ekki, það sló ekki í gegn, en svona, ég allavega að prófa það. Þetta er svona eins og þessi hérna, sko. Já, þetta er mjög gott. Hægt að setja í jakkabóðunga eða skyrtu eða eitthvað. Svo er ég náttúrulega, það er veiðitímabil núna, þannig að ég er að gera svona veiðimannarringa. Sem að með svona patrónu enda á hringnum og Ísland náttúrulega á hliðinni og alls konar. Og hér er síðan til dæmis bara hringur sem 10 hérna sem svona demantur og síðan er Ísland náttúrulega á hliðinni og svona bara það sem dettur í hug og svo eins og ég segi, ef manni leiðist þá gerir maður bjöllu eða eitthvað. Einmitt. Og eða krossa eða hvað sem er. Þér fellur í rauninni aldrei verk úr hendi, þann má segja. Þetta hlýtur að vera frekar tímafrekt. Já, það er það. Ég er reyndar, mér fellur alveg verk úr hendi. Og til dæmis núna eftir að COVID byrjaði þá var steindóið þetta, sko. Og hefur ekkert verið að gera þannig, en allavega mjög rólegt. Já. En slaufunir eru aðeins að fara í gang og bara skemmtilegt og ég gefst ekkert upp, ég ætla að halda áfram að smíða og reyna að gera gott og gefa mér. Auðvitað, og ærin ástæða til að halda áfram. Þetta eru glæsilegir munir. Og ég er bara ofboðslega glaður að þú gast komið hérna í þáttinn til mín og sýnt okkur allt þetta frábært og ég hvet fólk eindregið til að setja sig í samband við þig og eignast svona glæsilegan listmun og styrkja gott málefni í leiðinni. Takk fyrir það. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að leyfa mér að koma.